Já, verið velkomin í Game TV. Að þessu ætlum að fara yfir leikjaútgáfan í maí. Maí frekar lítill mánuður leikjaútgáfa, fáir leikir að koma út. Ekki svo margir leikir. Nei, það samt nokkrir. Eitthvað svona sem að þið eru spennt fyrir? Þú veist, það eru svona stærstu leikir, þeir eru Prey, Injustice 2, Street Fighter í Switch. Já, örugglega Injustice 2 sko. Injustice 2? Ég var til að prófa Street Fighter sko. Já. Svona sem maður að lemja á eitthvað. Jú, maður getur nota Switch stýripinnuna og verið með fyrstu persónu mót í Street Fighter og tekið því hérna Hadouken! Skotið eldkúl. Já, ok. Mega þetta ekki sens, Jú, ég vil bara sjá þetta aftur. Það var rosalega flott sko. Já, ég reyndi að maður finnst þess aldrei að kasta gerfi eldkúlum, kannski ekki sjónvarpsefni fyrir neitt, en allavega. Alla, jú. Já. Ég var til að sjá það. En þetta er ekki að virka nú vel. Ég sá vídeo daginn af þessum Street Fighter leik fyrstu persónu. Þetta var ekkert rosalega mikið næmni í þessu. Þannig að þetta virtist bara vera svona random hvernig hann skaut eldkúlum, kúlunum. En ég meina, gæti verið gaman. Þetta er alveg Street Fighter fyrir Switch. Þetta er svona þín hugmynd að líka sagt, eða ekki? Jú, þetta er mín hugmynd. Ég er massa þreyttur núna til dæmis. Ég er mjög móður. Nú Injustice 2, talandi um slagsmálaleiki, hann er að koma út þarna 19. maí. Spilaðu þið Injustice 1? Já og nei. Já og nei? Þó en smá, en svo, þú veist. Ó, það er ekki svo að spila tilgang lífsins, sko. Þetta var mjög einföld spurning. Já og nei? Hvernig getur þú ekki spilað töluleik og spilað hann? Þegar þú spilar töluleikinn í svona 5 mínútur, þá kannst það ekki með það. Nei, jú, já, ok. Þetta er allavega hana. Þetta er Mortal Kombat liðið. Ok. Með DC ofurhyrnar. Samankomnar. Sexy. Já, það er Batman, eða ekki? Jú. Og það er Superman. Já. Og það er eitthvað. Og það er komið nýr söguþráður. Það sem að, það var í Injustice 1 var mikill söguþráður. Það er yfirleitt ekki mikill söguþráður í slagsmálaleikjum. Nei. En nú kemur eitthvað nýr söguþráður. Og ég minn, er ekki að koma eitthvað DC mynd líka? Jú. Já. Þannig að þetta getur verið gaman. Kemur það í sumar? Kemur það ekki næsta ári? Nei, ég veit ekki. Það er alltaf ekki. Justice League er að koma. Ég veit ekki. Þannig að Injustice er góð uppbytun fyrir það alltaf. Það er mjög góð. Hann er að koma út á 19. maí. Leikur sem ég er spenntast fyrir heitir Prey. Munið eftir Prey? As in, pray for this man, cause he's ugly. Búm. Sko, hann kom út árið 2006, þá voru þið náttúrulega bæði með bleiðu. Þannig að hérna, en það var svona skotleikur með gamerum og þetta er framhald af honum. Eða svona kannski, hvað maður að segja, það 8 kóð framhald sem var hægt við, þannig að þetta er svona eiginlega endurgerð af fyrsta. Já, ég skil. Og menn segja að þetta sé líka svona hálfgerð framhald af System Shock sem er náttúrulega eitt besti leikur sem hefur verið gerður. Já, þetta. Mjög mikið svona hryllingsleikur. Hérna það muni ekki við trónum, sko. Þið voru Boris Fight þegar hann kom út. Þá var ég í toppmálum og hérna þetta er geimveru, þetta er hryllingur og þetta er svakalegt. Fyrstu persónu skotleikur, eru þið ekki spenntið? Er eitthvað sérleikur þetta? Nei, þú veist, þú getur ekki sett með neitt sko, en jú, ég er alveg spennt fyrir leiknum samt sko. Ok, hann er að koma út sem Prey, Injustice 2 19. maí, svo er að koma hérna þessi Street Fighter leikur í lok maí, svo eru nokkri aðrir sem koma, bara litlir, einn heitir Birthdays The Beginning, sem er svona Minecraft leikur, sem að gera Harvest Moon leikina. Já. Svona sandbox leikur, bara byggja á einhverjum hérna kubbum. Ok, ekki. Er fólk ekki að fara að færa svo Minecraft yfir þetta? Já, nei, ég held ekki. Þetta er allavega að koma út, svo er hérna leikurinn The Surge, sem er svona 3. persónu hasar og hlutverkaleikur á líku Dark Souls leikurum. Já, veistu, ég kom hér aldrei inn í Dark Souls. Mér fannst þess að ég var endalaust bara eitthvað. Hafið þið spilað Dark Souls? Já, ég spilaði hann og mér fannst ég vera bara endalaust í kópnís. Ég veit það, hann er ógeðslega erfiður, svo byrjar maður alltaf lengst aftur ef maður drefst og það er bara, það meikar ekkert sens. En er samt einn af erfiðustu leikinum og þeir sem eru hardcore spilarar, þeir elska Dark Souls, þannig að þeir ættu að tekka á Surge sem kemur 16. maí og svo er hérna 3DS leikur, ég veit ekki hvort einhver sé að spila ennþá 3DS tölvuna frá Nintendo en það er hérna Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia, þetta er í rauninni svona bara strategy turn-based leikur eins og skák. Já, ok. Þannig að þú er gammalli tölvu að spila skák. Já, þú veist, þannig að þetta er eitthvað sem að ég myndi ekkert að ráðleggja ykkur að vera að snerta á, þetta maður þarf að hugsa á svona vissan. Þannig að hérna, það eru nokkur leikir, þannig að þið eru allavega spenntust fyrir það, þú ert Injustice 2. Yes. DC Comics, það er Wonder Woman. Já. Eða ekki? Jú, Harley Quinn er þarna. Já, auðvitað. Við erum með alla þessu skemmtilega karakter. Já, sem er að slást. Tryggvi, þú ert spenntast fyrir Hadouken! Já, ég er mikill Hadouken maður sko, þannig að ég var til að prófa þetta. En ég vonandi að þetta sé betur en að þú lýstir þessu. Já. Þetta er fáránlega gott og ég er spenntast fyrir Prey af því ég er eldri en sólin og man eftir orginaleiknum. Þannig að það eru ágætis leikir í maí, ekki margir leikir, en þeir sem kom út eru góðir. Sammála því? Jú, algjörlega. Já, vel gert. Þannig að þetta er útgáfa. Sætti ykkur við það. Lifið með því.